Ragnar, það var sigur í Þorlákshöfn í kvöld. Já. Hvað er að skapa þetta fyrir þína menn heldurðu? Herðu, við vorum bara í ákveðar út af þarna leikinn. Það var bara svona helstu munurinn á okkur og í hinn 20 skipti sem við mættum. Við bara, saman hvort við klikkuðum eða skorum, það var bara bullandi ákveðinni í því sem við vorum að gera og það er bara, það var bara sigurinn hjá okkur, það var bara ákveðinni. Þú var það svona, já, kannski, það síðustu 2 leikir hafa tapast á móti Keflavík. Fyrst hérna það var fyrsta leikurinn á síðsólunu. Já. Og svo núna síðast í Keflavík. Voru ekkert, já, nú voru þið, já, svona Keflavík virtist vera að koma svona aðeins yfir. Hvað frumaði Einar yfir ykkur inn í klefa? Herru, það var nú bara það að við duttum aðeins úr okkar leikkerfi sem við vorum búin ákveða að gera hérna í lokin. Já. Við stoppaði hann aðeins vel í restina. Þið vinnir með 21 stigi fyrir upp í staði. Já. Það hlýtur nú að vera eitthvað meira heldur en aðeins að stoppa. Já, við okkur langaði bara meira í þetta í dag. Það var bara fyrir hennar leik með 2-0 fyrir þeim og við ákveðum bara að sína það að þetta er ekki 3-0. Og við breyttumst aðeins taktíkinni hvernig við ætlum að dekka þá. Og það virtist bara svinvirka gegn þeim og við bara, já, böðum okkur í þessu kvöld og svo vorum við bara tilbúin fyrir næsta leik. Nú er þetta fyrsta skipti sem að Þór fer í höllina en við Skeikar ekki? Já, það er rétt. Hvers konar áhrif heldur að þetta hafi fyrir lítið bæjarfélag eins og Þorlákshöfn? Herðu, það er bara geggjað sko. Allir bæjarinn hefur trú á okkur og vissi að við verum að fara í höllina og við erum bara tróðfylla þessu höll, það er bara þannig. Við erum bara stolt Suðurlands og ég ætlast til öll bæjarfélög mæti bara í Suðurlands bæjarfélagin og standi við bakið okkur og við bara mætum þeim einhverjum í höllinni þegar því kemur.